Ég ætla að bjóða hana Aldísi velkomna með nokkur orð. Gerðu svo vel, Aldís. Góðan daginn öll sem gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla að segja ykkur frá manni sem jafnframt því að vera prestur, þá var hann brautryðjandi í garðyrkju á Íslandi. Hann heitir séra Sigtryggur Guðlaugsson og fæddur 1862 í Eyjafirði. En hann átti sér hugsjón að rækta landið og rækta garð. Og honum gafst tækifæri til þess ekki fyrr en 1905 þegar hann flytur í Dýrafjörðinn að Núpi til að þjóna þar sem prestur, prófastur og skólastjóri unglingaskólans. Alveg frá stofnun hans 1907 til 1929. En hugsjón Sigtryggs var að hver blettur landsins sem færi hjálp til við að klæðast náttúruskrauti, hann verður manninum ofurlítil Eden sem endurnærir, hvílir og vekur gleði. Alls þessa þarfnast maðurinn og því var garðrækt og mannrækt samofin í hans huga. Hann bar mikla virðingu fyrir náttúrunni og trú hans og von var að auka slíka fræðslu í skólanum og fá nemendurna til að vinna að garðrækt. Því réðst hann í gerð matjurta og skrúðgarðs í tengslum við unglingaskólann. Markmið hans var með gerð garðsins, sem sagt það var þríþætt, að nýta átti garðinn til kennslu í jurtafræði og garðrækt og kynna fyrir nemendunum garðávexti sem neysluafurð og svo síðast en ekki síst sýna fram á hvað getur þrifist í íslenskum jarðvegi. Hann safnaði fræjum og jurtum úr nærliggjandi sveitum og héruðum. Þannig að skrúður, sem nafnið á garðinum, var því svona upphaf nokkurs konar skólagarðar. En á þessum tíma þá voru möguleikar til ræktunar alveg ókannaðir á Íslandi. Og það sem var bara urð og grjót var innan fárra ára risinn undurfagur skrautgarður. Og menn tóku að trúa á ræktunum átt íslenskra moldar. En það sem hafði verið hugsjón var orðið að veruleika og til blessunar fyrir þjóðina. Og garðurinn sönnun þess að hægt að klæða landið og njóta ávaxtanna. Og með verkinu þá jókst líka þekking á eðli og meðferð ræktunar og svo lagst tækifæri til að upplifa fegurðina. Sigtryggur hann átti sér litla hugsjón í byrjun sem var síðan að stóri framkvæmd, en þó í nokkurri fátækt. Í fátækt af gróðurefnum frá hendi náttúrunnar, fátækt hvað þekkingu varðar, efnum til meðferð og úrbóta á því sem vantaði. En það má draga svolítið lærdóm af dugnaði og framtakssemi séra Sigtryggs sem lét ekkert stoppa sig í því að gera skrúð að veruleika, gera hugsjón sína að veruleika. Og sú hugsjón menningararfur okkar frá liðnum tíma til nútímans. Hann kennir okkur líka að allar lifandi verur þurfa viðurværi og umönnun. Kom mér til hugar kirkjan okkar að hún slík og það starf sem hér unnið mjög mikilvægt og ég eiginlega þakklát fyrir þá blessun sem ég hef hlotið að geta sótt kirkjuna bara frá því ég lítið barn til að upplifa alla þá andlegu fegurð sem finnst í kirkjunni eingöngu. Og ef við hlúum vel að kirkjun okkar og því starfi sem unnið, þá munum við uppskera og
Sú uppsker mun vera friður og kærleikur og sátt